Þetta er verkefni 10 gerðargreind, liður 1-5. Samkvæmt lið 1 þá að setja haus og fót í 9 punkta letri. Ég er búin að setja inn hausinn, nafn hér út við vinstri spási og áfangaheiti við hægri, lína undir og 9 punkta letur. Og í fæti á að setja inn blaðsíðutalið fyrir miðju og í 9 punkta letri. Tvísmelli svo í textasvæðið og allur textinn í skjalinu er í 10 punkta letri, nema fyrirsagnir eiga að stækka upp í 11 punkta og þar á að vera 6 punkta bil á eftir. Byrjum á því að velja hérna fyrstu fyrirsögna, stækkun letri upp í 11 punkta, veljum layout flipan og setjum 6 punkta á eftir og nú getum við málað þetta form sem vorum að setja þessa fyrirsögn yfir á alla fyrirsagnir sem er í skjalinu en þeir eru allir feitletraðar og auðvelt að sjá hvar þeir eru. Veljið home flipan, tvísmelli hér á sniðtakni fyrir sniðpensilinn og þá breytist bendillinn í svona pensil og við getum þá málað yfir fyrirsagnina sem eru í skjalinu. Tökum þær allar og þá erum við búin að móta þær allar í einu lagi. Ýtum escape til að hætta með sniðtaknið eða ýtið ofan á það hér. Og eftir fyrstu fyrirsögnu hér gervigreind, stafsetji bendilinn þar og samkvæmt lið 3 þá var setja inn eina neðanmálsgrein í þetta skjal hér og við veljum þá references og leiðum við ýtum hér á insert footnote kemur 1 hér í textan á eftir og við hrökkum niður á síðunni í neðanmálsgreinarsvæði, ýtum hér á dálkknappinn til að fá rétta bilið og þau sláum hér inn textan. Hann á að vera í 9 punkta letri þannig að við þurfum að passa að hafa það. En við ætlum að breyta stílna fyrir neðanmálsgreinina og þá þurfum við að vera hér á home, flipa, velja hér undir styles í neðra hægra horninu. Þá opnast svona stílarúða hérna til hliðar. Ef hún er hér yfir skjalinu þá bara færi hana til með músinni. Við erum stödd með bendil í neðanmálsgreininni og ef við finnum ekki á listanum hér stílinn footnote text þá veljum við hérna í neðstu límunni fyrir miðju Style Inspector. Þessi valmynd opnast og þetta er stílinn footnote text sem við ætlum að breyta. Veljum hérna til hliðar örina, veljum svo modify af lista og við ætlum að hafa 9 punkta letur á henni. Velja svo format og paragraf og hafa hangandi inndrátt hér undir special og hafa það 0,5. Staðfestum með OK og þið sjáum hérna 9 punkta letur og hangandi inndrátt 0,5. Staðfestum með OK og það sem gerðist að bilið hér frá einum hér og yfir að texta minnkaði yfir í 0,5. Þá getum við lokað þessu hér, getum líka loka styles. Þá ætlum við að fara í lið 4, þá þurfum við að móta textagreinarnar hérna fremst í skjalinu. Það er þrenns konar mótur sem við þurfum að vera með hér. Ef við byrjum á fyrstu greininni, veljum hana, þá á að vera jöfn og 6 punkta bil á eftir. Veljum bara justified hér, flýtileiðina, layout og 6 punktar á eftir. Og það er grein 5 og 7 sem eiga líka að vera með þessu mót. Veljum við sniðpensilinn. Það er hérna, byrjar sérstaklega og svo seinni greinin hérna fyrir neðan ástæðan. Þá er komið þetta hér, slökkum á sniðpenslinum og þá tökum við næstu greinar 2. Það eru báðar eins mótaðar þannig við veljum bara þessar 2. Þarna sjáum við hvað getur verið mikilvægt að hafa kveikt á paragrafmerkinu svo við sjáum greinaskilsmerkið hérna. Þarna á að vera jöfnun á textanum og þá á að vera bil á eftir 6 punktar og við getum líka farið hér inn í valmyndina paragraf því þá líka vera fyrstu línu inndráttur 1 cm.
Við sjáum þá breytist það hér, dregst hér inn fyrsta línan í hvorri grein fyrir sig. Velji hérna bara OK. Þá það komið. Þá erum við að taka næstu greinar sem liður 5. Við erum með bendilinn hérna í grein 4, 1, 2, 3 sem við erum búin að nota, þannig að grein 4 hér. Þar ætlum við að hafa jafnaðan textann. Það á að vera bil á eftir 6 punktar. Og svo ætlum við að fara í paragraf hér og velja inndrátt frá vinstri og hægri 2 cm. Jöfnun, bil frá vinstri og hægri, bil á eftir. Staðfestum þetta, þá erum við komið inndráttum hér, en það líka sama form á grein 6. Notum sneiðpensilinn og tökum hér grein 6 sem byrjar hérna undir hugmyndir. Nema þarna þarf að bæta svo við skáletri. Við veljum hérna skáletur. Þá erum við komið með fyrstu 5 liðina.